Hlynur, það eru bikarúrslit á laugardaginn. Hörkuleikur í kvöld, hvað að gerast hjá okkur þetta? Hvað vinnið þið þennan? Já, hvað við náðum að loka á það, fannst mér svona í seinni hálfleik. Kannski í þriðja leik, þetta kom smá separation, þetta við urðum. Þeir spiluðu svolítið mjög vel og gerðu okkur með erfitt fyrir lengi vel og við urðum svolítið litlir í okkur í smá stund, svona 2-3 mínútur sem að bara smá passífir og þeir voru góður á þeim tíma. Þetta við mikið unnið þetta bara að ná aftur svona smá fórustu í þriðja leik og þá strax fyrir okkur líða betur og ég held að það veri kannski það. Fyrir áhorfandi að horfa á annan leik, þá virtist stjórnuliðið vera að vera gleði í leik ykkar í seinni hálfleik þar sem nýbyrju. Komum við svolítið flatir inn í leik ykkar? Nei, mér fannst það ekki því að mér fannst ég byrja ágætlega. Við lætum að það var ekki 11-2 yfir eða eitthvað. Það var svona stemning, síðan var þurfti lítið til að þeir settu okkur skot. Siggi á frábæri fyrri hálfleik og Kevin var að setja erfið skot í fyrri hálfleik. Þá fannst mér svona, þá kannski frekar sem við urðum svolítið svona passífir og já, kannski við litið út úr að flatir. Þetta var þetta bara erfitt, það er öðruvísi í deild núna, það eru öll lið með, geta eiginlega flestir til sett 5 góða leikmenn á völlin alltaf og það er sama með þeir fyrir inn með 5 mjög góða leikmenn. Þannig að þetta verður erfitt og kannski, við vannmátum það ekki neitt, það var ekki það, þeir eru bara spiluð vel. Þú komin í fyrsta skiptið í bikarúrslit með Stjörnunni. Hvernig tilfinning er það? Ég var alltaf spenntur, ég var ekki með fram með þessi 2 ár í Stjörnunni. Ég fyrir þetta tími spilaði ég 2 leikaleiki samtals, þetta alltaf út í 32 og gerði tímabilin hann frekar eðlilega. Þetta verður þetta bara mjög skemmtilegt sko. Þetta er mikið krydd í tímabili sko. Svo hörkulega að fara að mætast hér. Þetta er bara til nokkra mínútur fyrir aftan okkur. Njarðvík og KR eru með óskamótari? Það myndi yfirleitt bara vera hreinskilning sko, og segja það sem er liðið sem er slagara. Ég var pirraður að þurfa að fá Tindastól í 8 úrvalsdeildum og úrvalsdeildarlið í 32. Ég veit alltaf bara að fá léna lið en þetta er erfitt að sjá til með það í þessu liðum. Ég held að KR eftir að spila mun betur núna heldur en að gert með síðkasti. Þeir eru ekki lítið vel út og ég held sér ekki móðgrænt með sig að þeir eru lítið illa út síðustu leikjum. En ég veit að það eru nokkur gamlir hundar sem að býja eftir svona leikjum. Jón og Helgi Már og þessi 82 árgangur. Ég er með grunna að þeir hafa eitthvað verið betur en að vera undanfarið. KR-liðið heild. Lofa góða fjöri á laugardag? Já, það verður fjör og vonandi bara, í Guð lofar, þá kemur bikarinn í Garðabæinn.